fundur nr. 1482 í bæjarstjórn Vestmannaeyja 16. janúar 2014. Mættir eru bæjarfundur frá Týrista Elliði Vignisson, Páli Bogmannsdóttir, Oddmar Jónsson og Gunnlaugur Pettersson og frá Vafnista Jórunn Einarsdóttir, Sigurður Björk Böðvarsdóttir og Kristi Jóhannsdóttir. Fyrir fundum liggja 3 mál. Það er fyrst almennerindi, breytingar á stjórn og fundarskóla Vestmannaeyjabæjar, annað mál kosning í nefndarmann í fræðslu og menningarráð, þriðja mál fundingar ráðanefnd stjórnarráðs, 3 liðir sem eru til afgreiðslu. Við göngum eftir dagskrár. Það er fyrst breyting á stjórn og fundarskóla Vestmannaeyjabæjar, Elliði Vignisson, bæjarstjórn. Forseti, eins og bæjarfulltrúar þekkja þá hefur staðið yfir endurskoðun á samþykktum stjórn og fundarskóla Vestmannaeyjabæjar. Fyrir liggja drög að nýjum samþykktum stjórn og fundarskóla Vestmannaeyjabæjar. Samkvæmt lögum þá þarf 2 umræður þessar breytingar og tökum hana hér fyrir í fyrra skipti. Ég ætla bara rétt að gera örstutta grein fyrir þeim breytingum sem verða á samþykktinni og byrja á því að fletta í 10. grein þar sem tekið á dagskrá bæjarstjórnarfunda að þar segir bæjarfulltrúi sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal tilkynna það bæjarstjóra skriflega að minnsta kosti 54 klukkustundum fyrir fund og í síðasta lagi kl. 16 föstudag vegna fundar sem haldinn er mánudag þar á eftir. Þetta eru afskaplega litlar breytingar, þetta hefur þessi samþykkt þjónað okkur ágætlega á þann tíma sem hún hefur verið í gildi. Næst ber okkur niður í grein 30 verkefni bæjarráðs að þar segir bæjarráð hefur umsjón með verkefni sem tengjast atvinnu, frumkvöðlastarfsemi, samgöngumálum og kemur orðið menningarmálum og síðan markaðs- og ferðamálum. Þetta er umræða sem að bæjarfulltrúar þekkja og hefur meðal annars satt sér stað í fagráðum eða því ráðum sem áður fór með menningarmál og byggir á samþykktum þessa ráðs. Síðan komum við að 44. greininni þar sem að talið er upp til í B-lið til 4 ára á fyrsta fundi á loknum bæjarstjórnarkosningum skal kosið eftirtalin í öðru lagi fræðsluráð, þarna fellur út orðin og menningarráð í framhaldi af þeirri breytingu sem við ræddum áðan. Síðan komum við að C-lið áfram í 44. grein. Í 7. lið 44. greinar segir stjórn lífeyrissjóðs sagði áður stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar og síðan fjallaði það þessi liður fellur með öllu út og skýringin á því er sú að stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar starfar ekki lengur þar sem verkefnum stjórnar hefur verið úthýst. Ég hygg að fleiri breytingar séu ekki ef að frátalið dagsetning sem að eðlilega tekur breytingum eftir seinni umræðu. Þakkum bæjarstjóra fyrir þessa yfirleiðandi breytingar á samþykktum. Vilja bæjarstjóra ræða þetta? Jóri, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langar bara að ítreka afstöðu mína vegna tilfærslu menningarmálanna yfir í bæjarráð. Eins og framkomið máli bæjarstjórans það hefur þetta verið rætt töluvert. Við ræddum þetta mikið í bæjarráði, við ræddum þetta bæjarstjórnarfundi fyrir þó nokkuð síðan. Og eins og ég segi, ég vil bara það verið bókar að ég ítreka afstöðu mína vegna þessa málaflokks eða tilfærslu menningarmála yfir í bæjarráð með því að vísa aftur í þessa bókun sem fjallar aðstæðulega vanda tilfærslu valds og verkefna. Takk fyrir. Þakkum Jóri fyrir. Kristi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar að ég vonast ekki vanhæg að koma í pontu hér út af menningarmálum.
hvernig starfsemi gegni dagsdaglega. En það er búið að taka ákvörðun, ég breyti henni ekki neitt og ég ætla bara að vera jákvæð gagnvart henni. Ég vann vel með síðasta ráði og ætla þá bara núna að vinna vel með bæjarráði og ég bara þangað til að kemur í ljós og þegar þetta sé bara eitthvað sem er bara til góðs og þetta sé að maður verður að skilja þannig að það er jákvæður að þetta hljóta þýða það sem er að gera hérna menningarmálunum ennþá herraðir höfðu með því að fara undir það er að segja svona ekki að það er kannski merkilegasta eða mikilvægasta ráði. Þannig að, já, þetta er bara saman sem er að breytast, en ekki stendur í að hún verði góð eftir sem áður. Þakkum Kristínu fyrir, þetta líka svo. Ég vil taka undir orð Kristínar og ég vil lýsa svo á að við séum hér að gera þessum málaflokki síst lægra undir höfði. Ég hafna alfarið að það sé eitthvað aukið lýðræði í því að fjalla þetta í fræðslu- og menningarráði heldur en bæjarráði. Í bæjarráði sitja fulltrúar kjörnir af bæjarbúum en ekki kjörnir af flokkum og það er í mínum huga síst minna lýðræði að fólk sæki umboð sitt beint til bæjarbúa. Ég vil líka benda í framhaldi af bókun Jóhann Einarsdóttur vil ég benda bæjarfulltrúanum á að ráðið var einróma samþykkt þessum breytingum. Fræðslu- og menningarráð var einróma í þeirri afstöðu að það væri æskilegt að færa málaflokkinn yfir. En ég vil þó taka það alveg skýrt fram að ákvarðanir sem teknar eru hér, jafnvel þótt að maður hafi mikla trú á þeim, þá kann að koma í ljós að á daginn komir að þetta verði ekki til bóta og þá er það afar einfalt og auðvelt fyrir okkur að flytja málaflokkinn eiginlega tilbaka og ég fóru að fullyrða að bæjarráð kemur ekki til að vinna málaflokknum skaða á þeim tíma. Ég fullyrði og lofa því. Hvert á móti tel ég að menningarmálunum verði gert hærra undir höfði eftir en áður einhverju ljósmyndari og glaða snákur í salinn og truflar framflugum mína, maður svo vonist ykkur. En sem sagt, ráðið var einróma og ég hef þá trú að menningarmálum kom til með að vaxa fiskur hrygg í framhaldi af þessari ákvörðun. Kristín benti á að hún er einmitt starfsmaður þessa málaflokks og fellur eftir þessa breytingu, fellur hennar starf, eða starf það sem hún gegnir, alfarið undir bæjarráð. Bæjarráð fer með ferðamálin og fer með markaðsmálin og einfaldlega er það strömlínulega stjórnkerfi að færa menningarmálin þarna inn, þannig að ég fagnar þessum breytingum. Þakkum Elliða fyrir komið laust. Ég var ekki fyrir klokkum að segja okkur orðið beinum frá náttúrulega ræðið í bæjarstjóra. Þannig að taka undir bara hérna í allt sem hann sagði. Ég held að það sé styrkur fyrir málaflokkinn því að hvað er Jón menningar á lista. Það er bara þannig. Orðið laust. Ef enginn guði sér ljós og komið til atkvæðum þennan fyrsta lið í fundargerðinni, þeir sem eru honum samþykkir, vissari kynverki, það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er það annar mál, það er kosning í nefndarmanns í fræðslu- og menningarráð. Þar liggur fyrir bréf frá einum af ráðsmönnum sem er svohljóðandi með leyfi fundarins, sem er skilað á Jón Pétursson, framkvæmdastjóra. Sæll Jón, undirrituð segi formlega af sér í fræðslu- og menningarráði Vestmannaeyjabæjar vegna flutnings. Með þakk fyrir ánægilegt samstarf og undanfarnar málum, Díana Þyrí Einarsdóttir. Og það er hér tillaga það að í hennar stað kominn sem aðalmaður í réttarvegurinn, sem aðalmaður Björgvin Eyjólfsson. Þeir sem eru því samþykkir vísar að skilja með því. Það er samþykkt með 7 atkvæðum og við þökkum sjálfsögðu Díana Þyrí kærlega fyrir hennar góðu störf í ráðinu síðastliðin ár. Þá er það þriðja mál, það er fundargerð ráðunefndar og stjórna. Það er líka fyrir 3 fundargerðir. Það var ekki beðið umræður nein efni, þannig við förum bara í gegnum það að staðfesta þessar fundargerðir eins og lög gera ráð fyrir. Það er þá fyrst fundargerð bæjarráðs nr. 2971 frá 8. janúar síðastliðinn. Það eru liðir 1 til staðfestingar, þeir sem eru þeim liður samþykki vísari tímarki. Það er samþykki með 7 atkvæðum. Þá er það fundargerð framkvæmdar Hafnarráðs Vestmannaeyja nr. 160 frá 20. desember síðastliðinn. Liðir 1 og 2 eru til umræðu það er bara til staðfestingar, þetta er bara til staðfestingar.
Þeir sem eru þessum tveim liðum samþykki vísanlega gefumerki, það samþykki með 7 atkvæðum. Þá að lokum er það fundargerð framkvæmda Hafnarráðs nr. 161 frá 10. janúar síðastliðinn. Liður 1-5 er til staðfestingar, þeir sem eru þeim liðum samþykki vísanlega gefumerki. Það samþykki með 7 atkvæðum. Þá ekki fleiri á dagskrá fundarins. Næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verður haldinn hér í sal Einarsstofu í Safnahúsi 5. 20. febrúar, hefst 16, fyrir 18. Ég vil þakka starfsmönnum fundarins, ritar og útsendingafólki fyrir þeirra vinnu sem á áhorfum nær og fjær fyrir samveruna og segi þessum 1480 og öðrum fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja slitið og klukkan er 19:13.